Norðlenska nautakjötið. Uppskrift að góðu kvöldi. Neytendur geta haft mikil völd, þetta segir nýr framkvæmdastjóri Neytendasamtakanna Brynhildur Pétursdóttir á Akureyri. Hún segir að nýja starfið leggist vel í sig. Við erum núna með eitthvað á milli 7-8.000 félagsmenn og þeim fer heldur fækkandi því miður. Þannig að það er eitt verkefni að reyna að fjölga félagsmönnum. Það hefur gengið á ýmsu í samtökunum á undanförnum mánuðum. Hefur sú umræða, hefur hún skaðað samtökin? Það er ekki gott að segja. Auðvitað er óska engin samtök eða stofnun sér þess að fá svona opinbera umfjöllun í fjölmiðlum einhverja deilur. En í sama skapi hefur þá kannski verið settur svona fókus á neytendasamtökin og mér finnst alveg áhugavert að upplifa það á meðan að þessu stóð að fólk hefur sterkar skoðanir á neytendasamtökunum, líka utan félagsmenn og vilja greinilega að neytendasamtökin séu sterk og séu að sinna sínu hlutverki og það var allir skoðan á því hvað neytendasamtökin ætti að vera að gera. En öll eru við svo sem neytendur. Hvernig er umræðan á Íslandi almennt miðað við þau lönd sem við gjarnan berum okkur saman við? Mér finnst umræðan neytendamál hefur mikið fæst í augan. Frá ég byrjaði 2001, það var eiginlega valla að væri sagðar neytendafréttir. Staðan var bara þannig. Þannig að mér finnst nú mikið það var breyst hvað það var þar. Bæði fólk hefur áhuga á neytendamálum, ég held að hafi nú alltaf haft hann. Fjölmiðlar eru svona koma finnst mér líka sterkar inn og sína málaflokknum meiri áhuga. Og svo mætti kannski pólitíkin taka líka betur við sér og gera neytendamálunum hærra undir höfði og ef við erum að bera okkur saman við önnur lönd eins og kannski Danmörku til dæmis, Svíþjóð, að þar hafa í rauninni neytendamálin líka verið svona lyft upp af stjórnmálunum. Það er settið peningar í málaflokkin, menn tryggja það að stofnanir séu sterkar og bara líta á þetta sem bara mjög mikilvægan þátt í svona venjulegu samfélagi og svona velferðarsamfélagi eins og við búum í. En við höfum kannski svona aðeins, við höfum kannski fundist neytendasamtökin vera svolítið afgangsstærð hjá okkur. En hlutverk neytendasamtakanna, hvert er það í raun og veru? Það má kannski segja að megin hlutverki sé þessi aðstoð við neytendur sem að leita réttar síns út af alls konar málum sem þeir lenda í. Svo rekum við líka leigjendaaðstoðina, gert það frá 2012 sem er líka mjög mikilvæg þjónusta. Evrópsku neytendaaðstoðina sem er aðstoð við neytendur á milli landa. Mjög mikið bílalegumál þar. Ferðamennirnir eru komnir heim og fá einhvern bakreikning og þurfa aðstoð. Og síðan er þetta sem er kannski ósýnilegra og það er bara þessi hagsmunagæsla. Að senda umsagnir við lagafrumvarp, að senda erindi þegar við sjáum að það er eitthvað sem á betur fara, varðandi löggjöf til dæmis. Og það er mjög mikilvægt verkefni líka. Er einhverju sérstakir þættir sem að þú sem nýr framkvæmdastjóri ætlar að leggja höfuð áherslu á? Nei, í rauninni er það kannski ekki mitt heldur. Það er þing neytendasamtakanna mótar stefnu og við erum með málefnahópa sem við erum að setja í gang núna sem tafðist aðeins. Þannig að það má þá segja bara að skrifstofan í rauninni fylgir eftir stefnunni sem mótað er á þinginu og síðan eru bara þessi mál sem eru alltaf að koma upp. Við vitum ekki nákvæmlega hvað það verður en það er alltaf eitthvað í umræðinni og eitthvað sem kemur upp. Nú síðast vorum við til dæmis að skoða með ákveðna skilmálar sem tengjast flugfélögum. Við höfum verið að skoða umsýslugjöld fasteignasala og það er svona bara, þú veist, við vitum ekkert í næsta mánuði getur verið komið eitthvað gjald sem bankarnir leggja á sem við þurfum að skoða og það er bara, þetta er svona nokkuð dýnamískt starf hvað það varðar. Í hvaða málaflokkum standa Íslendingar sig vel þegar neytendamál eru annars vegar og svo síður? Það hefur því miður ekki verið gerðar eða bara nokkrar svona neytendarannsóknir á Íslandi en það sem við þó vitum í samstarfi við Evrópulönd og í Evrópusamstarfi að þá eru gerðar svona rannsóknir á þekkingu neytenda á ýmsum sviðum og við erum að standa okkur vel þegar kemur að því að þekkja rétt sinn. Þá eru Íslendingar alveg duglegir að taka upp símann og kvarta ef að tölvan bilar og seljandinn er með eitthvað múður að gera við tölvuna eða hvað það nú er. Er einhver munur á svona kynslóðum? Ekki svo ég viti nema það að ég veit að félagsmennirnir okkar eru svona frekar eldri kynslóðin þannig að þeir eru greinilega meðvitaðir það að það þurfi sterk neytendasamtök og fyrir það erum við þakklát.
En hvernig sér þú fyrir þér eða hvernig viltu að neytendamál á Íslandi þróist? Ég held að það sé að þróast í rétta átt og það hafa verið í rauninni gerðar mikla réttarbætur. Mikið kom reyndar til eftir hrun, þar sem að menn allt í einu drifu í að henda fram frumvörpum sem hefur kannski legið inn á þinginu í ári ef ekki áratugi. Umræðan alltaf aukast og það er gott. Auðvitað myndi ég vilja við neytendasamtökin væri sterkari, Neytendastofa sem er eftirlitsstofnun þyrfti auðvitað líka að vera sterkari. Og ég myndi vilja sjá stjórnmálin taka á neytendamálunum bara sem eins og hann sé alvöru málaflokkur en ekki einhver afgangsstærð. Geta neytendur haft áhrif með afgerandi hætti, sem sagt að greiða atkvæði með skónum eða budunni? Já, í rauninni eru neytendur að því á hverjum degi, því þegar þeir ákveða að versla ekki einhverja vöru þá eru þeir að senda skilaboð og eins þegar þeir ákveða að versla einhverja vöru að þjónustu og neytendur hafa alveg sýnt það á Íslandi að þeim ofbyður þá geta þeir alveg látið í sér heyra og ég held að kannski brúnækjamálið sé svona síðasta dæmið eða nýjasta dæmið það en það skiptir máli að fá upplýsingarnar og þar eru fjölmiðla mikilvægir og svo við hjá Neytendasamtökunum að við séum nógu öflug til þess að geta líka verið að sinna þessu starfi okkar sem er þá að koma með einhverja neytendafréttir og upplýsum það sem er í gangi og hverju þyrfti að breyta. Framkvæmdastjórinn býr á Akureyri, höfuðstöðvar Neytendasamtakanna eru í höfuðborginni. Ætlarðu að flytja skrifstofurnar norður? Nei, ég ætla að leyfa bara mínu góða samstarfsfólki að það auðvitað verði bara á höfuðstöðunum í Reykjavík. Við höfum alltaf verið hér á Akureyri í Alþýðuhúsinu, þetta er nú komin áratugir held ég frekar en ár. Ég kom hingað 2001 og tók þá við á Úlfhildi sem tekið við að annarri mannsku, þannig við erum búin að vera þetta lengi og ég er bara hér og tala við mitt fólk í síma og Messenger og Skype og hvað það nú er, þannig að það er ekkert vandamál. Við þekkjum það nú alveg sem búum út á landi að það er alveg hægt að eiga samskipti þó maður horfist ekki í augu. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.